Komiði sæl. Landsskrifstofa hefur tekið saman leiðbeiningar fyrir þá sem hafa hug á að sækja Erasmus-aðild. Á heimasíðu Erasmus Plus er hægt að lesa Erasmus-aðild en hún snýr eingöngu að náms- og þjálfunarverkefnum og stofnanir sem fá aðild staðfesta hafa einfaldari aðgang að náms- og þjálfunarverkefnum í þau 7 ár sem þessi áætlun varir, það er 2021 til 2027. Til að sækja umsóknina farið á forsíðu Erasmus Plus heimasíðunnar og veljið rauða valhnappinn Erasmus Plus og ESC sem þýðir European Solidarity Corps, en þar er aðgangur að öllum umsóknum allra skólastiga og einnig vinnuumhverfi verkefnisstjóra sem eru þegar með verkefni, til dæmis til að skila skýrslum. Þarna er beðið EU-aðgang, svokallað EU-login, og athugið að leiðbeiningar EU-aðgang eru á heimasíðunni, en mjög margar stofnanir eru þegar komnar með þennan aðgang. Og hér sjáið þið viðmótið þegar umsóknartorgið opnast. Þarna eru skólastigin, skólar, starfsmenntun og fullorðinsfræðsla og það er mikilvægt að þið veljið rétt skólastig. Inni í ykkar skólastigi eru umsóknirnar og þið finnið umsóknarformið fyrir Erasmus-aðild, Erasmus Accreditation og veljið Apply, sækja Athugið að þarna er umsóknarfresturinn skráður og teljari sem telur hve margir dagar eru þar til hann rennur út. Athugið einnig tímamismuninn, umsóknarfresturinn rennur út klukkan 10 að morgni að íslenskum tíma. Og það er annað atriði mjög mikilvægt. Það má skrifa umsóknir á íslensku, þið eru spurð tungumál alveg fremst í umsókninni og veljið íslensku af fellilista. Hér sjáið þið hvernig umsóknin er byggð upp. Það má segja að hún sé kaflaskipt. Lengst til vinstri er eins konar efnisyfirlit umsóknarinnar með þessum köflum. Á undan hverjum kafla eru greinargóðar skýringar. Þegar þið hafi ekkert skrifað í umsóknina er rauður kross fyrir framan viðkomandi kafla, en þegar þið hafi skráð upplýsingar kemur grænt hak fyrir framan. Athugið samt að það þýðir bara að eitthvað hafi verið skráð, en þetta er ekki grænt ljós á að þær upplýsingar séu alveg fullnægjandi, þið verið sjálf að ganga úr skugga það. Og umsóknin, hún vistast á sekúndufresti. Það þarf ekki að vista hana sérstaklega meðan unnið er í henni. Mjög mikilvægur hluti umsóknar er kaflinn Erasmus plan, sem er Erasmus áætlun ykkar stofnunar. Þar er lögð mjög rík áhersla á markmið ykkar stofnunar og þau þurfa að vera skýr, raunhæf, tímasett og þið þurfa að lýsa því hvernig þið ætlið að meta framvindu og árangur. Síðan er kafli þar sem þið setjið grófa áætlun þáttakendafjölda frá ykkar stofnun á ári. Það er mjög mismunandi eftir umfangi stofnana hve margir þáttakendur eru áætlaðir. Þeir geta verið frá 3 til 4 ári í jafnvel 20-30 þáttakendur bara svo dæmi sé tekið. Möguleikar á því sem kallað er activities eða viðfangsefni geta verið mörg. Þáttakendur geta verið að fara á námskeið eða í starfsspeglun. Það er hægt að senda gestakennara og margt fleira. Þetta fer eftir starfsemi og þörfum ykkar stofnunar. Markmið og áætlun er ekki heldur bindandi. Ef aðild fæst staðfest er svigrúm til að breyta viðfangsefnum eða activities námsferða. Gæðaviðmið Erasmus eru sett fram í umsókninni og umsækjandi þarf að lesa þau vandlega. Því þarna er fyrst upptalning á meginreglum aðildar sem eru í stuttu máli inngilding, sjálfbærni, stafræn menntun og síðan virk þáttaka í samstarfsnetum Erasmus landa. Svo er því lýst hvernig fyrirmyndaframkvæmd á að vera og hvernig stuðningi stofnana við þáttakendur er hagað.
Þið hakið svo einfaldlega við að þið ætlið að framkvæma ykkar verkefni samkvæmt þessu. Síðan koma spurningar varðandi ykkar stofnun sérstaklega. Það hvernig þið ætlið að vinna að framkvæmt á þessum meginreglum innan ykkar stofnunar og í ykkar verkefnum. Að lokum svona tékklisti viðhengi með umsókn. Það skylda að skila svokölluðu Declaration of Honor sem staðfesting lögaðila stofnunarinnar sem sækir Henni hlaðið niður og svo prentuð út og skráður lögaðili stofnunar eða forstöðumaður undirritar og stimplar skjalið sem síðan skannað inn og fylgir sem viðhengi. Það mögulegt að bæta við öðrum skjölum ef þarf, kannski skipuriti eða gögnum starfsemi stofnunarinnar til þessa. Og í lokin tékklisti sem minnir umsækjanda á að hafa Rules for Application for Erasmus Accreditation til hliðsjónar og þetta finnið þið á heimasíðunni og í handbók Erasmus+. Nú einnig athuga að öllu hafi verið vel svarað og rétt fyllt út og að rétt landskristofa hafi verið valin. Okkar landskristofa heitir IS01 í fellilista. Stofnunin sem sækir þarf svokallað OID-númer sem eins konar kennitala stofnana sem sækja Það eru líka upplýsingar OID-númer á heimasíðu en flestir umsækjendur hafa þetta númer þegar, eða þessa eins konar kennitölu. Og að lokum, ekki gleyma að ýta á Submit-takkann og senda umsóknina áður en umsóknarfrestur rennur út. Og ekki hika við að hafa samband við verkefnisstjóra landskristofu ef þið þurfið aðstoð í umsóknarferlinu. Gangi ykkur vel.